Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með góðan gest í dag. Það er hún Sigríður Ásta Olgeirsdóttir, leik- og söngkona. Velkomin, Sigríður. Takk fyrir. Takk, Ég- kærlega. Já, bara mín ánægjan að hafa þig, en þú myndir kannski aðeins segja okkur meira hver þú ert og hvað þú ert að gera. Já, ég er sem sagt leikona og söngkona og já, ég starfa á Íslandi núna og bjó í Danmörku og lærði þar leiklist en er búin að búa í Íslandi síðan 2020 og er bara búin að vera að vinna í alls konar leikhús heiminum og svo les. Núna Já, er ég með sýningu sem að heitir Dietrich sem að er í Sjálfstæðarsalnum Marlene Dietrich. já, er það. Já, Að þú segir sjálfstæðissalnum, ertu að minna gamla sjálfstæðishúsið í Reykjavík? þetta er gamla NASA. Já, Já, er það. já, Ó, þetta er þarna við Austurvöll. en spennandi. Já, Og ertu að, fyrir ekki, ertu að syngja? já, þetta er semst bara, við erum tvö á sviðinu, ég er að syngja Marlene Dietrich og leikana Já. og svo er strákur með mér sem heitir Jóhann Axel og hann er píanisti og leikari þannig að hann spilar allt og leikur öll hinn hlutverkin. Ok, þegar þú segir öll hinn er það mörg sem hann er að leika. Hann er að leika, þú veist, einhverja gamla kænslukonu og hann er að leika manninn minn og hann er að leika leikstjóra og hann, þú veist, það er fullt af personum sem skipta máli í hennar lífi Já, sem að því við förum í raun og veru í gegnum allt lífið hennar. Við stoppum á svona mikilvægum stundum eins og um, millistríðsárin í Berlín og seinni heimstyrjöldin og svo hvernig hún endar ævi sína eða sitt æviskeið. já. Er hérna, hvar kaupir fólk miða á þá sýningu? Það er bara á tix.is. Ó, er ég kannski hætt að fá að lesa fréttabröðum frá Texi? Nei, sko, þetta er náttúrulega, það er bara svo margt í boði. Það er Það er bara, svo sannarlega rétt hjá þér, það er svo margt í boði, sko. en okkur er búið að ganga mjög vel með þessa sýningu. Hún er búin að, við erum búin að sýna 13 sýningar, alltaf fullt hús og, Það er náttúrulega algjörlega frábært. já, Bara til þetta, lukku með það. takk fyrir það. Já, frábært. En það eru annar viðbröðu sem við ætlum líka aðeins að fjalla um. Mhm. Þó ég verði nú að segja Malin Dieter hér alveg bara meiri háttar, sko, þannig að bara Hún er geggjuð, sko. já, að þá hérna, það er annað verkefni sem þú ætlar að taka þátt í og það er aðra helgi, það er 4. október, er það ekki? Jú, Það er laugadagur það er og, á laugardaginn, já. já, og segðu okkur aðeins frá því verkefni líka. Sko, þetta er í raun og veru, já, ég held að þetta kallist álfa ráðstefna, eða Já, álfa stund. álfastund er það Já, kallað, já, já, þetta kallast semst álfa stund ef fólk vil kaupa með það. En já, en þetta er í raun og veru svona ráðstefna mál huldufólks á Íslandi. já, Og það verða fyrirlesarar, ýmsir fyrirlesarar, meðal annars hún hérna Bryndís Fjóla sem er með Huldustíðin á Akureyri já, og hérna og hún og kona sem heitir Heiður Hörn í Borgarnesi, þær eru að skipulegja þetta og ég veit að Bryndís var með svona svipaða ráðstefnu á Akureyri í sumar, já, já, sumar já, og nú eru þær að gera þetta í Borgarnesi og ég er borgnesingur sko. já, er það, Já. ok, Já. já, já, Þannig að, já, ég var beðin um að halda þarna fyrirlestur um tilurð verksins Hulið. Það er einleikur sem ég gerði og sýndi í Tjarnarbíói 2023 og já, ég mun flytja svona smá erindum það en svo er líka uh, alls konar aðrir fyrirlesarar. já, er hérna, varstu skyggn eða ertu skyggn eða leggstuður við Og, huldufólk og svona, nei, ég var ekki þannig. Ég nei, var, en þú veist, ég er svona finn, já, ég er svona, já, en amma mín var, sem sagt, amma mín var mjög næm. já, Og það er í fjölskyldunum minni svona sterk tengsl og ég finn alveg en þú veist það er ekkert svona eitthvað ég þurfti ekki að loka á neitt eða neitt nei, þannig nei, það er ekki svo mikið, það er ekki svo mikið umferð hjá þér. nei þú veist ég er alveg bara já ok hérna er fólk en þú veist það trufla mig ekki neitt Nei.
En nú er borgarinn svolítið annarlaður staður fyrir huldufólksbyggðir út Mhm. af klettunum og öllu og ég fekk alveg í magann þegar ég kom keyrandi inn í Borgarnes einhver tíman allir hafi ekki verið fyrra, nei það er sennilega verið á svona setni hlutan í fyrra og sá Mm. það var bara verið að sprengja niður stóran klett og bara Já, stóra huldufólksbyggð þarna þannig já. það er svona pínu verið að spá í vernd þessara svæða er það ekki með Jú. þessari ráðstefnu. Jú, og líka svolítið svona vitundavakning meðal Íslendinga af því að, þú veist, við erum svolítið, og eins og ég sé þetta, við erum svolítið búin að kannski afneita þessu, eða þú veist, þetta er svolítið tabú. Við Já, þurfum ekki alveg að, þú veist, túristar spyrja okkur hérna hvort að við believe in elves og við einhvern veginn bara hlæjum og segjum nei, það er bara bull. Það er svona, það er svona já. vörnin okkar, við þurfum ekki að viðkynna að það Að það séu. sé svona huldufólkstrú á landinu, nei, ég veit Já. það, þetta er svolítið sérstakt, en svo ef maður myndi tala við einhvern bónda og segja, hei, getum við ekki bara jafnað hennan hól niður, nei, 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 það býr, það Mhm. býr svona, já, það býr einhver þar, þú veist, það er ekki Já. eins og alltaf hægt að segja það, sko, Nei, þú veist, við megum einhvern veginn ekki tala um það. En nei, það er það sem að Bryndís Fjóla, hún er svolítið að berjast fyrir þessu að við skrásetjum hvar huldufólk býr já, og, og já, þessar huldufólksbyggðir þannig að þær verði vendaðar út af því að mm, við erum líka að missa tenginguna svolítið við náttúruna, smátt og smátt. mjög mikið, það er alltaf að segja sér Bara, sjálft, já. bara meiri tækni og þú veist, bara, já, úr sveit í borg og allt það. Já, það hefur verið svo rosalega mikil hennar breyting og það er náttúrulega eðlilegt út af fyrir sig að það sé sko að það sé framfæra og það sé breytingar en þegar til dæmis ég ferðast um Ísland eins og ég gerði í sumar að þá náttúrulega rakst ég á sko mökk af útlendingum en það voru eiginlega engir Íslendingar á ferð á þeim stöðum þess ég var en allur ströymurinn var til Spánar sko þannig þá ertu Íslendingar sko þannig að við flytjum af landinu á sumrin til Spánar eða eitthvað en við erum ekki í tengslum við landið sjálft eins og við ættum kannski að vera Mhm. svona Og meiri tenging en við út, erum já, hægt að ferðast um landið okkar af því að, eða þú veist, ég veit ekki hvort þetta er orsök og afleiðing, það er náttúrulega svo rosalega mikið af ferðamönnum og við kjósum bara, og það eru náttúrulega ferðamenn allstaðar í heiminum. já Það er allstaðar ferðamenn í heiminum. við erum ferðamenn þegar við förum til Spánar sko Alveg. þannig að fólk er mikið á hreyfingu sko en út frá hvað ég var að segja sjónarhorni ætla þú að fjalla um Sko ég er álfabyrði einu verið mun bara að tala um bara kveikjuna að verkinu mínu. Ég sérst gerði en já, innleik út af þessu, út af því að mér fannst, sko ég raun og verið skrifaði hann upprunalega þegar ég bjó í Danmörku. Þá já skrifaði ég svona styttri útgáfu af þessu og það var eiginlega svona út af því að skólastjórinn í skólanum var mjög svona skeptískur á allt andlegt. Ég var eitthvað. og þetta er bara aurónum Já, ég þurfti aðeins á augrunum já, og hann var að leikstýra þessu sko. Þannig að já, ég bara, ég einhvern veginn þurfti eitthvað augra greinlega. já Og en þú veist, og þá einhvern veginn svo langaði mig að fara lengra með þetta því síðan kom ég aftur heim til Íslands og eftir að hafa búið erlendis og koma aftur heim, þá fann ég svo sterkt einhvern veginn fyrir náttúrunni og landinu og það er svona eins og við lokum svolítið ef við bara höndlum ekki alveg kraftin í náttúrunni. nei, kannski, en sko þú veist, þegar þú bjóst við hliðina á honum þá var hann bara partur á umhverfniðinu, þá Þá var hann er bara hann það. eins og Jón eða eitthvað á næsta bæ, en þegar þú ert alveg flutt frá honum, að þá tapast þessi tengingu. Ég veit, ég náttúrulega bjóði 15 ári í sveit Já. og á Snæfellsnesi og það breytist ábúrslega margt þegar maður býr í dreifbýli og maður er í allt öðru sambandi við umhverfið sem betur fyrir hef ég í rauninni sko læri af foreldrum mínu mjög
öfluga tengingu við landið þegar ég er krakki út af því ég ferðaði svo mikið með þeim. Mhm. Og þá var náttúrulega móðir mín alltaf að segja mér, sko, hér er álfabyggð og hér er þetta og þetta er álfahóll og svo, alls konar sögur um svæðið og sem við ferðumst um. Svo fyrir mér er landið mjög lifandi. Já. En það er það ekki fyrir öllum. Það er bara Ekki, malbika hringvegur eitt eða eitthvað skilur. Já, já, ef þú hefur ekki opnað á það já, og hefur ekki hlustað eftir því. En það er svolítið, þú veist, það sem verkið var líka er sko að eins og huldufólk og álfar og allt þetta, þetta er, þú veist, tengingin okkar er líka í gegnum þetta, tengingin okkar við náttúruna og náttúran er persónugerð í gegnum þessar verur já. og, uh, og er líka ástæða fyrir okkur til þess að bera virðingu fyrir náttúrunni því að það er ekki bara við sem En sem það er eigum fleiri, já. náttúruna. Já, það eru fleiri. Þannig að hérna, þessi ráðstefna, hún verður í Borgarnesi og Mm, ég kem til með að setja hérna inn upplýsingar fyrir neðan þáttin okkar, þar sem að fólk getur fundið út hvar hún verður og hérna, klukkan hvað. Þetta er svona eiginlega þetta er svona, laugardagur, svona, já, frá morgni og fram á síðdegi. já, og það er hádegisverður og svo það er semst fyrirlestrar fyrir hádegi og svo eftir hádegi og svo enda með einhverju kaffi og eitthvað svo leys. Mjög, mjög hefbundið íslenskt fyrirkomulag. Ég held þetta verði samt mjög, eða þú veist, ég held þetta verði svolítið yndislegt og bara, ég meina, það er ekki á hverjum degi ráðstefna um álfa. Nei, það er alveg rétt sko og ég verði alltaf hrósinni Bryndísi Fjólu fyrir hvað hún er ötull talsmaður þessa ósýnilegu þátta í landinu okkar Já. og hvernig hún vinnur að því að hjálpa fólki að auka næmi sitt til þess að tengjast þeim sem að í rauninni hafa bara verið hér í gegnum tíðina og Mhm. eru að hjálpa að því þetta fólk er í rauninni bara á annarri tíðinni en við Já, og akkurat. þess vegna sjáum við þau ekki. Já. Og það er svo merkilegt að í svo mörgum sögum að þá kemur sko huldufólkið til mannfólksins í draumi Mhm. Já. að þá erum við á annari bylgjulengd og þá er hægt að ná sambandi við okkur. Þannig ég vil bara segja sko að ég óska ykkur góðs gengis, því miður get ég ekki komið að því ég er upptekinn við annað verkefni, en ég óska ykkur góðs gengis og ég treysti því að þetta opni huga og augu fólks fyrir öðrum vítum. Já, og við þurfum ekki að skammast okkar fyrir það. Einmitt ekki. Ég náttúrulega sko hef líka búið við hliðina á Álfhólnum og Álfhólsveginum í Kópavogi Já. og það er þannig sko allavega heyrði ég þá sögu að allir fyrstu bekkingar, ekki allir náttúrulega, en margir sem er í fyrsta bekk kom og tala við skólastjórn og veistu að búa álfar í hólnum að núti. Þannig að börnin eru alveg sko tengd við þetta og ég fari með hóp útlendinga þarna að við vorum að byrja ferðum í Ísland og ég byrjaði að fara með þau að álfólnum og þau voru ótrúlega, það er náttúrulega mjög mikið að næmi fólki í hóknum en þau voru svo ótrúlega uppnumin og þakklátt fyrir að fá að fara á þennan stað. Þannig að ég held að sko einu sinni heldum við að við getum ekki selt norðurljósaferðir til Íslands og kannski getum við bara selt álfaferðir. Kannski, Þú veist, en það er kannski, þemað, já. en kannski fyrsta skrefið að við sættum, eða þú veist, sættumst við að það eru álfar og það er þessi, Já, við þurfum að sættast við þetta sjálf áður en við þurfum að selja það. já, en það er líka að viðurkenna sko næmi okkar og innsæi. Já, Að því akkurat. fólk segir sko, við náttúrulega sjáum kannski með þessu hér auga. Mhm. Og, Akkurat. já, og það er það sem við þurfum að hérna, viðurkenna því að sumir hafa það alveg loka. Já, því við erum hrætt við það og okkur finnst eins og það sé ekki kannski svona intellectual.
okkur líður eins og það einhvern veginn mingi okkur eða Já, eitthvað. já. Háskóla eliten er svolítið búið að stela þessu frá okkur. Já, og þó þetta sé í raun og veru stækki okkur svo Já, miklu meira. já, já. Heldur betur. Ég bara, eins og ég segi, ósku ykkur góðs gengis, þakka fyrir spjallið og þessa kynningu og ég treysti því að þið verðum með fullt hús, að Já, sjálfsögðu, algjörlega. og hérna, þetta allt gangi ábúslega vel hjá okkur. Takk fyrir Og kærlega. svo fer ég að kaupa miða Marlin Dietrich. Já, kottu. Takk hérlega fyrir, Ska.